¡Ay, güey, puta! Hola. So what are you doing here? I'm a tourist. Okay, this is not a tourist place. We'll have to ask you to come with us in the car. No, ¿qué? ¿Cómo así? ¿A comer este? ¿Qué pasa? No tienen derechos, todos hijueputas.
Svona. Kona! Ef þú getur hugsað að hjálpa mér, þá verður það að gerast núna. Þeir eru að leita mér. Og hvað hefur þú gert af þér? Ég sló út háspennulínu þar. Já. Svo það er þá þú? Já. Þetta er þá í 5. skipti? Og hvað ert þú einaverki? Já. Og þú vilt gera mig meðsekan í vandalisma? Ég er ekki glæpamaður. Ég er að reyna að stöðva glæpi og skemmdarverk gegn okkur Og hver á manna ert þú? Ég heiti Halla, dóttir Benedikt Sigurðssonar. Amma mín er hérna á Grímstungunni. Já. Svo þú ert af Eyvíkurkyninu? Já, ég þekki þitt fólk. Og þú ert dóttir hans Bensa, já. Það sem ég hef gert, trúi ég af öllu hjarta að sé rétt. Þið sáu slóðina frá heiðinni og hingað niður eftir. Nú sækja þið sporhunda, svo þér er ekki boðið til langvistar hér. Ég má ekki missa jeppann. Ég get lánað þér þennan. Þú skilar hann svo bara þegar þú getur. Fyrir næstu þjóðhátíð væri fín. Þú þátt að fá tilfinningu fyrir Ef þeir ná kúplingunni. mér þá segist ég bara hafa stólið honum, ok? Já, þú hefur það bara alveg svo þú vilt. Þakka þér fyrir hjálpina. Við höfum nú ekki hátt um það hér í sveitinni, en líklega var hann afi minn ekki rétt fæðraður. Því var nú fleygt hann langafa þinn, hann Sigur í Eyvík, sem var nú öfgamaður margt eins og flest hans fólk, og átti það til að hlaupa í skarði fyrir ýmsa hér í sveitinni. Svo þess vegna gætu við verið þremenningar. Já, hér. Þá segir þú bara takk fyrir frændi. Ja, meintur frændi. Við skulum nú sjá hvort þetta verður til einhverja hjálpar. Kona! Til. Íslensk stjórnvöld hafa loks viðurkennt að hin ítrekuðu straumföll sem hafa orðið hér í álverinu séu vegna skipulagðra skemmdarverka. Enginn hefur þó enn lýst ábyrgð á hendur sér. Þorbjörn Gíslason, vagnstjóri hjá álverinu. Þetta gekk betur núna en daginn, Þorbjörn. Já, en það er gríðarlega dýrt að keyra alltaf olíu, en líklega betur en að það storkni og eyðileggist í kerjónum eins og síðast, sem var gríðarlegur skaði. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur einn maður verið handtekinn í dag eftir straumfallið. Er að ræða einhverjum karlmann á þrítugsaldri sem fæðri var. Fyrirgeðu skurnar, ég er of sein. Ég er sek. Eru þið búin að hita upp? Aðeins eigum við ekki bara að skella okkur í létta vorvísu til að hita upp sálina. Ha?
strákar. Landsins gróður og land míns bróður. Þetta er munur, læra það, bara alveg á hreinu. Smá breyting, ég þarf að ljósrita, þannig að hérna 5, tökum 5. Baldvin, getur þú aðstofa með þessu flinkum með pappir og græjur og svona? Það verða Baldvinurinn. Það er nú ekki ónýtt að vera með ráðleiknis í pappírsmálum. Hvað var þyrlan að gera þarna? Þú sagðir? Þeir hefðu flutt hann á Laugaveg út af einhverju slysi, ég vissi það ekki. Já, þetta var allt ótækt. Já, ég veit það, sko. Þú verður að stoppa núna. Þeir eru að biðja Ameríkanana að vakta hálendið ofan úr geimnum. Það er búið að planta gervitungl. Það verður að setja hitamyndavélar í allar þyrlur, línurnar verða vaktaðar. Hvað er langt í gervitungl? Ég veit ekki. Vika, kannski minna. Getur það séð í gegnum ský? Sko, þú getur ekki sénsinn á því. Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Kínverjarnir eru hættir við. Kínverjarnir eru bara búin að fresta. Þeir eru ekki farnir, þeir eru hérna ennþá. Það er bara diplómasía. Þeir telja landið óöruggt. Þessir samningar verða. Það snýst ekki bara þessa Kínverja og Ísland. Þeir eru margoft búin að tala um. Rio Tinto er að hóta að fara í mál við Landsvirkjun upp á fleiri milljarða. Þú þarft ekki að gera neitt meira. Þetta er í öllum fjölmiðlum. Það er allir gjörsamlega að fara á taugum. En þú? En ég hvað? Ertu að taka lyfin þín? Já, nei, ég er að trappa mig niður í 25 milligram, sko. Það gengur bara fínt. Hlustaðu á mig. Þú skilur ekki alveg hvað er að gera sinna. Þú verður... Þeir eru komnir með rafstöðvar. Næst verð ég að fella möstur, svo það verði alvöru tjón. Annars taka þær ekki mark. Við verðum að klára planið. Sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsinguna. Og svo hættur þau. Ef þið náðir núna, þá þakka þér allt niður, þeir jarða þig. Ok. Ég hugsa málið. Hugsa málið? Það er ekkert að hugsa. Ég þekki þetta lið, ég er umkringdur þessum síkópötum alla daga. Ég veit hvernig þeir hugsa, ekki vanmeta þá. Er hún netbind? Nei, ég er búin að athuga hana. Baldvin, hún er örugg. Halló, ég veit hvað ég er að gera. Þú er örugg með neitt. Er þið tilbúin? Já. Og fletta. Flottur bíl. Já. Veistu hver á hana? Nei, ekki hugmynd. Halló. Þetta er glæpaverk
og þessari skipulögðu glæpastarfsemi gegn íslenska ríkinu og íslensku þjóðinni verður mætt af fullri hörku. En ég ítreka að aðeins verður gert tímabundið hlé á viðræðum við kínversku sendinefndina. Ríkisstjórnin einhuga í áframhaldandi uppbyggingu iðnaðar á Íslandi. Yfirlýsing íslenskra stjórnvalda hefur vakið mikla athygli erlendra fjölmiðla. Í þýskum fjölmiðlum var talað hina grænu herdeild Íslands og BBC It's ecstasy! Bara skandall að ríkisstjórnin hafi ekki viðurkennt fyrr að hér skemmdarverk að ræða og ég meina þetta bara árás á allan iðnað á Íslandi og iðnaðar uppbyggingu og það enginn að fara að fjárfesta á orkufrekum iðnaði hér á næstu árum og það slowly, and climate change is proceeding too fast. The lifestyle of the human race is pushing us to apocalyptic ends. It's a natural disaster. Only dinosaurs could warn us about it if only they had survived. The simple fact is that there is more water in active circulation now than in the last 70,000 years, and that's just a tiny part of our problem. Cities like Amsterdam, Copenhagen, and London face an uncertain future. The massive rainfall, the landslides. Halló. Jú, það hún. Já, sæl. Bréf, nei, ég hef ekki fengið neitt bréf. Jú, ég var með umsóknir, það eru 4 ár síðan. Já, ég skal bara athuga póstinn minn. Látum okkur sjá. Bíddu, ég ætla að athuga hérna annan stað. Guðmundgóður. Stúlka. Já, jú, ég er með þetta hérna, já, hérna og já, hérna nú skrifa hjá mér, byrju í fyrramáli, já, ég get nú alveg munað það klukkan hvað 11 og hérna, hvað hún gömul? Jú, það, já, 4, það er hérna, já. Ókei. Já, takk fyrir, sjáumst. Já, ég þarf að skoða þetta. Það er náttúrulega 4 ár sem ég bara tók þetta alveg af dagskrá, eða... Þú hefur því miður ekki mikinn tíma til að velta þessu fyrir þér. Við þurfum að fá ágerandi svar á næstunni. Ef þú ætla ekki að taka við barninu, svo þurfum við að finna aðra aðlega. Já, ég skil það. Bara svo margt breyst. Hér er allavega mappan með öllum upplýsingum frá úkraínska heimilinu og svo ég fara yfir þetta ef af verður. Það þarftu að leggja fram nýtt sakavottorð og nýtt læknisvottorð og yfirlýsingu að þú sér ennþá innhleyp. Það er ennþá þannig. Já, ég er það.
Svo þarftu nýja undirskrift stuðnings- og varaforsjá aðila við fyrsta tækifæri. Eyðublaðið hérna efst, það verður væntanlega áfram systir þín. Já. Og þú verður þá líklega hennar stuðningsforeldri ef af verður hjá henni. Hva? Hún líka með umsókn inni. Þið sóttu á sama tíma ef ég man rétt. Já, það hefur ekkert breyst, en ég náttúrulega veit ekki, eða ég get náttúrulega ekki svara fyrir hana. Ég skil, en flott. Gjör svo vel. Það ljósmynd á stúlkunni og aðra ítarupplýsingar þarna og hún frá Donetsk-svæðinu, frá borg sem heitir Druskivka. Hún missti báða foreldra sína í stríðinu. Fannst hjá ömmu sinni sem hafði þá verið látin í einhverja daga. Svo það þarna áfall sem þarf að vinna úr. En hún greinilega lítil hetja. You're free to go. And welcome to Iceland. Gracias, tonto. Hijo de la gran puta. Where is this? Is this Reykjavik? Qué huevones. Mjög gott. Og við leggjumst á bakið. Við gefum eftir allan þunga líkamans til móður jarðar. Já, ég líka. Þetta smá. Við slökum á. Öndum inn ljósinu. Öndum frá. Treysta. Má ég fyrst? Já. Þeir breyttu reglunum. Þeir breyttu reglunum og það býður mín lítil stelpa í Úkraínu. Við erum ekki á gamlar í Úkraínu. Ekki lengur. Veistu það, ég vissi að það var eitthvað, mér búið að dreyma þið svo óbáslega mikið undanfarið eins og eitthvað svona mikið og stórkostlegt væri að fara að gerast og nú er það búið að gerast. Elsku Halla, þú ert að verða mamma. Og nú þú líka, ég meina við sóttum á sama tíma þannig að þú hlýtur að vera næst í röðinni. Ég myndi aldrei stórt að segja þér líka. Ég hef fengið inngöngu í Maharaji Ashramið á Indlandi.
Ha? Hjá gúrúinu? Já, ég mun njóta handleiðslu Tony Natters. Ég verði í burtu í 2 ár, í algjörri einangrun frá umheiminum. Ertu að gangi í klaustur eða? Það má segja það. En þú ert vara forsjárforeldri mitt, eða svona stuðnings ef að ég get verið frænkan í útlöndu þá til ekki heim. Hvað heitir hún? Ertu með mig? Hún er með blóm. Hún er alveg eins og þú. Og þú. Hún er alveg eins og við. Hún heitir Níka. Níka. Og hún er alein í heiminum. Hún misti allt í þessu stríðarna, mömmu og pappa og ömmu. Níka Hölludóttir. Það er bara... Það var allt eitthvað flókið núna. Hvað meinar? Hvað er svona flókið? Hvað er að, segðu mér? Ég held ég þurfi hjálp. Við þurfum öll að finna okkar leið. Mitt ferðalag er innra ferðalag til móts við sjálfa mig. Þitt ferðalag er til Úkraínu, til þessara litlu Þú þarf samt skrifa aftur undir. Hvað? Að þú verðir vara forsjárforeldri mitt. Bara á pappír. Auðvitað skrifa ég undir en þú þarft engan annan. Þú veist það, þú getur þetta. Nú ert þú mamman og þú lætur ekkert stoppa þig. Hvað sagði mamma alltaf? Já. Já, segðu það. Mömmur geta allt. Nei. Finna lausnir. Einmitt. Моя мамочка, я Ertu að leita að einhverju sérstöku? Nei, ekkert sérstakt í dag. Bara velkomin eins og alltaf. Sjáumst. Heyrðu, ég þarf að rjúka, við sjáumst bara seinna. Alltaf velkomin, Íska. Ég lýsi því yfir að ég ber ein ábyrgð á skemmdarverkunum sem unnin hafa verið á háspennulínum landsins. Það skal því verða heiminum kunnugt að stóriðju á Íslandi verði dýrkeypt þeim.
lýsi því yfir ég ber ábyrgð á. Aðgerðir mínar berast eingöngu gegn. Ok. Skemmdarverk er í raun glæpur gegn mannkynið. Flott. Drifkraftur þessar helstefnu sem ekki eins og lýðræðis. Já. Nei. Come on. This is the birthplace of the Republic, the cradle of our democracy. But maybe our president can explain this better. Yes. So, this is the place where the Vikings used to come once a year and exchange information and make new friends, like Facebook. 也是交朋友的地方，就像我们现在的媒体 Facebook 一样。 And then the chieftains would come, the Godar. But the chieftains, they did not have any power except when they stood in a ring of power, like Lord of the Rings. And then they could decide new laws and execute criminals, a bit like the General Assembly of your great party. Ég skora á alla sem orðin ná til að rísa upp og nota hugvit sitt og þrótt til þess að valda þessum fyrirtækjum sem mestu tjóni. Það er það eina sem þetta siðblinda fyrirbæri við alþjóðlega stór fyrirtæki skilur. Þannig vinna þau sjálf allan heim með hótunum og hermdaverkum gagnvart náttúru og mannfélögum. Þetta búið? Nei, það er... Ég náði signali. Þetta kom inn á vísi.is. Klára þetta? Þau skemmdarverk og umhverfi okkar sem valda hlýnun andrúmslofts og súrnun sjávar eru í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Hagkerfi hinna alþjóðlegu stórfyrirtækja er drifkraftur þessarar helstefnu sem ekki eins og lýðræði sjálf getur stöðvað eins og löngu er orðið ljóst. Þetta er ótrúlegt. En til eru lög sem ekki voru... Nei, þú ert að stökkva yfir. Til eru lög sem eru æðri mannalögum. Lög sem ekki voru sett í gær né verða felld á morgun. Það er hinn óskoraði neyðarréttur okkar til að verja líf, heilsu og heill komandi kynslóða. Við sem nú lifum erum stærsta og öflugasta kynslóðin sem upp hefur verið. Við erum líka síðasta kynslóðin sem getur brugðist við og stöðvað hernaðinn gegn móður jörð. Börn okkar og barnabörn geta engu breytt. Fyrir þau verður það orðið of seint. Nú er stundin, okkar er verkið. Fjallkonan. Við getum jarðað þetta. Hvernig? Sko, aðalatriðið. Ég þarf að gera játningu. Þannig er að ég bý yfir leyndarmáli sem ég get ekki lengur þagað yfir. Eins og þið vitið þá hef ég hef lengi átt með draum, en tíminn leið og ég hélt að þessi draumur myndi ekki rætast. Þangað til í fyrradag. Þannig er að það er lítil stúlka í Úkraínu sem þarfnast móður og mamman, það er víst ég. Og hún heitir Míka. Hún er 4 ára. Já, ég fer að sækja hana í næstu viku, þannig að við þurfum að fresta sumartónleikunum. Hún er að verða mamma! Hún er að verða mamma! Dunar, vorið það dunar, dunar, vorið það dunar, dunar, vorið það dunar, dunar, vorið í miðjum maí. Hvaða túrist er þetta? Þetta er ekkert grín, sko.
Það komin Ameríkani til að taka yfir rannsóknina og þeir eru að tala einhverja Ísraela líka. Það verður að láta greina pappirinn. Og okkur í andskotanum notaðu gamla ritvél. Það er hægt að rekja svoleið. Láttu ekki svona. Það er ekki hægt að rekja þetta, engar áhyggjur. En af hverju lestum ekki lesa þetta yfir, eins og við töluðum Ég þurfti bara að koma þessu frá mér, tímasetningi var mjög mikilvæg og eftir að stúlkan kom inn í myndina. Það eru bara í þessu mjög veikir punktar sem þeir eru eftir að rífa í sig. Eins og hvað? Og eins og þetta með lög ofar lögum. Þú ert að opna á mjög hættulega vinkil sem þeir eru eftir að hamra á. Þeir eru eftir að spinna þetta til andskotans. Fólk sér í gegnum svona lag. Nú er ég búin að sá fræjánum og það er ekkert hægt að kæfa umræðuna. Þeir ætla sér ekkert að kæfa hana, þeir ætla sér að stjórna henni. Stjórna því hvað er talað. Hvað verður talað mér? Það verður bara talað það sem, þú veist, aðalatriði málsins. Já, og hver segir okkur hver eru aðalatriði málsins? Það er komin af stað lekarannsókn. Og það er búið að kötta ráðuneytið út úr lúpunni. Liggur þú undir grunn? Ég veit það ekki. Það liggja allir undir grunn. Ég get þetta ekki lengur. Ég bara get þetta ekki lengur. Ef þið skoða mig, þá munu þið skoða þig. Kæri vinur. Við erum tengt. Við hættum alveg núna. Ég lofa. Þú verður að fara. Bara farðu. Landsbankinn spáir nú þegar lækkun lánshæfismats Íslands niður í ruslflokk. Takist ekki að tryggja orkuöryggið. Álframleiðsla á Íslandi með endurnýjanlegri vatnsorku er gríðarlega umhverfisvæn. Það er bara ekki hringur úr í þessu. Við erum að losa margfalt minna af gróðurhúsalofttegundum. Aðalatriðið er þetta ofbeldi. Já, og lýðræði. Þetta snýst það. Ég meina þetta eru lög sem eru æðri manna lög. Hvað er það? Já, eða sjarjalög. Íslands niður í ruslflokk. Á þá ekki bara líka hægt aldrei framleiðslu. Við höfum bara að skrýða aftur og við móta það. Ég meina, hér er einhver hundukona. Það er þetta sem ég segi. Fullvalda þjóð á ekki að láta undan svona. Þú svarar ekki í símann. Nei, gleymdu mig heima. Þarftu ekki að hafa með föt á hana? Jú. Hvaða stærð notar hún? Ég veit það ekki. Hún er 97 cm og 22 kg. Litla skinni. Hún myndi ekki botna hérna. Halló? Halló? Hérna, Sirri mín, hvað varst þú bara inn í skáp? Hvað er hérna? Hvað ert þú gömul? 4 ára. Já, við erum rosalegt með fína tær. Má ég sjá? Hvaða skónúmer notar þú? Svona 25 eða 6. Þau stækkar alltaf svo hratt á þessum matri. Þau gera það? Já, svo sannarlega. Og ég meina svona almennilegi barnaskór, þau kostar nú sitt. Þess að nú er allt fyrir að hækka út af þessari fjallkonu. Já, guð, hvað þetta er sorglegt. Nei, þetta er náttúrulega bara hræðilegt. Hvað er svona hræðilegt? Bara þetta ofbeldi. Ofbeldi? Þetta er ekki ofbeldi, þetta er bara skemmdarverk. Bara skemmdarverk? Efnahagsleg skemmdarverk.
Ja, þetta eru öfgar og öfgar ala sér öfgar. Sá sem bregður sverði mun fyrir sverði falla. En ég meina að það hefur engin slasast nema landið okkar á jörðin. Þetta er samt auðvitað ekki leiðin til að leysa þessi mál, sko. Þú hvað, sitja í einhverju klaustri og íhuga? Hverju breytir það? Það breytir allavega mér og þar með vonandi öllum heiminum. Er þetta ekki egoismi? Að halda það sé nóg að breyta sjálfum sér? Dropinn hólar steinin. Steinin? Björgin eru hérna að hrynja yfir okkur og við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir einhverjum dropum. Ert þú ekki að fara að bjarga einu barni og þar með vonandi öllum heiminum? Er það ekki einn lítill dropi eða er það bara hégóm? Nei, ég er allavega að gera eitthvað fyrir einhvern annan að sjálfa mig. Stöndum gagnvart þessu ofbeldi. Það er grundvallaratriði. Aðalatriðið er að við fylgjum okkur á bak við lýðræðis hugsjónina. Átrúlega sama og Al-Qaida og ISIS hvetja til og gera. En nærtækast að dæmið okkar heimsluta er sjálfsögðu Anders Breivik sem er í þessu samhengi, norsk fjallkona eða fjallkóngur. Jú, þessar tæknilegu breytingar gera okkur kleift að koma algerlega í veg fyrir straumfall og leið stórauka flutningsgetuna. Það verður því ekki hægt að slá út álver og halda þannig heilri þjóð í efnahagslegri gíslingu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaviðræður við Kínverjana eru aftur komnar á fullt, heldur einnig stefnt á stækkun hjá Rio Tinto í Straumsvík. Nú fer landið aftur að rísa. Takk fyrir. Það er svo tölvöld fleira af þessum og 6 pottablóma auki og 25 kíló póka hænsnaskít sem er gott að fá í skottið. Það vildi vera svo einn. Hænsnaskít. Hér var að berast frétt. Samkvæmt lögreglunni á Blönduósi var brotist inn í sprengiefnageymslu Vegagerðarinnar í Svínadal í nótt og þar stolið nokkru magni af sprengiefni. Almannavarnir hafa lýst yfir hættustigi vegna mögulegra skemmdarverka og verið að setja vegatóma og eftirlitsstöðvar á þjóðvegum landsins. Eru vegfarendur hvattir til að tilkynna grunsamlegar mannaferðir í neyðarnúmer lögreglu en gæta þó ítrustu varúðar því hinir grunuðum gætu verið vopnaðir.
Hæ. Hvert er ferðinni heitið? Já, það er nú eiginlega leynd og ég ætla að koma að frænda mínum á óvart, svona óvænt blómlega afmæliskjöf. Nú, hvaða frændi er það? Sveinbjörn Ásmundsson, brúsastöðum í Þingvallas. Já, Sveinbjörn, ég þekki hann. Nú? Hvað, ert þú skyld honum? Já. Geturðu opnað fyrir okkur skottið? Ok, ég veit hvað þetta er. Ha? Ég er sek. Ég er sek, sko. Hvað er þetta? Ég veit það. Það þýðir ekki að gefa blóm og gefa svo ekki næstu með, sko. Það gjör svo vel bara. Ég laus alla mála. Frábært, takk eskurnar. Þegiðu! Hvað gengur að þér eiginlega? Hvað ertu að reyna að segja mér? estará pasando?
¿Qué pasa? ¿Dónde está ¿Pero qué?
Ok. Negativ. Býtu þarna. Er þetta eitthvað? Negativ, önnur fucking tind. Þetta er upp öll fjöll, maður. Það er að fara að stoppa þessa anskotans lausagöngu. Við höfum ekki mikinn tíma. Ekki að þú myndir sloppin en... Hvernig fannst það? Ég þekki minna af rétt. Datt í hug að þú kæmir hérna niður. Sjá, hérna. Reynda að tróða þér niður á milli þeirra. Þeir eru hérna fyrir neðan. Og þegar þeir stoppa okkur, það verður að vera alveg graðkýr, ekki múkk. Kona. Já, kona, komdu. Kom. Inn í bíl. Hvaða ferðalag er á þér?
Ég ætlaði með nokkra heimalíka hér upp á fjall, en það gerður afturreka. Svona, það verður djöfulsins hamagangurinn og bröltir í ykkur. Það er ekki verið að hugsa blessaða skepnurnar. Þessi afréttur hér hefur verið nýttur síðustu 1000 árin og menn hafa ekki rétt á því að styggja því af fjalli bara svona sér til skemmtunar. Koma svo, komdu! Það er nú enginn að skemmta sér hér. Jæja, og þið félagarnir ætlið þá kannski að reka safnið aftur á fjall þegar ég er búinn að fá þetta allt saman niður í byggð út af helvítis óspektum í ykkur. Jæja, það er að tefja þig lengur Sveinbjörn, en ef þú verður var við eitthvað... Ég ætti nú gana þetta, en að fara að vakta fyrir ykkur landið sem þeir tóku af mér, eignarnámi. Já, svona, burt með þig! Karlmanni af erlendum uppruna sem handtekinn var vegna málsins í fyrradag hefur verið sleppt úr haldi. Sýnt þykir að hann hafi ekki átt þátt í skemmdarverkinu sem framið var. Lögreglan leitar enn þeirra sem sprengdu rafmagnsmast. Hei. Góðan daginn. Góðan dag. Er Halla heima? Já, hún skrappar í sturtu. Já, ok, ég skil. Hérna... Viltu kannski bara líta inn og hinkra eftir henni? Nei, alls ekki. Hérna, vil ekki bara færa henni þetta. Þetta eru sem sagt föt og skór á stelpuna og hérna, ég hringi bara seinna. Og ég er Ása. Já, systirinn. Sveinbjörn. Myndaðinni, Níku minni. Já, Níka. Já, hún er frá Úkraínu. Hún er nú ekkert ólík þér og ykkur systrum. Ha. Já, hún kom hérna á það með þennan pakka, handa Níku. Já, þeir eru dugnaðar fólkar og Úkraínumenn og konur. Ja, эти котики.
Jæja, þú veist hvað mig að finna. Þú ert alltaf velkominn og litla stúlkan. Já, hún var nú að fá að hitta frænda sinn. Já, meintan frænda. Þú ert frændi minn og verður frænd okkar. Góða ferð. Takk. Veist þú eitthvað hvað í gangi hérna? Þeir eru úti vist út af skemmdarverkunum. Þeir eru að taka lífsýn. Ha? Það er allt logandi á netinu út af þessu. To new provisional laws issued by the Icelandic government, all passengers must give a biological sample. This is a quick and easy procedure and a matter of national security. If anyone wants to read the laws, Þetta sjá þetta? Ég trúi þessu ekki. Þið getið bara hægt þessu stráka mínir, þeir eru búin að handtaka hana. Hverja? Fjallkonuna? Þetta er eitthvað jógakennari í 101? En þetta er svolítið líkt þér. Bæinn? Já. Það er bara alltaf að vera vitlaust hérna. Þessi terroristi sem þeir handtóku, þetta er víst eitthvað kolvitlaus, lattir lepjandi listakelling. Lýst er eftir Höllu Benediktsdóttur, kórstjóra og tónlistarmanni. Halla er 49 ára gömul, 1,76 cm á hæð, grannholda með stutt dökkt hár. Þeir sem gefið geta upplýsingar ferðir Höllu. Hvaðan ertu svo að koma? Úkraínu. Nú, ég vissi ekki að væri flogið beint það. Heyrðu, ég held ég þurfa að kasta upp. Hola. Are you okay? Can I help you?
Otra vez. Fascista de mierda, hijo de puta. ¡No! ¡Eh! ¡Líbralo! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Soy inocente! ¡A mí no sé! ¡Ey! ¡Afternoon! ¡Afternoon! Komdu. Já, nei, já, góð stelpa. Já, já, nei. Já, já. Jæja. Þá að færa hana af gæslunni yfir á almenna. Og hún er komin með gæst. Þú ítir svo bara á hnappinn hérna og þá komum við. Annars hafið þið klukkutíma. See us inside? Yes, we can see that. Lokaðu Lenny. Takk fyrir gallan. Er þetta ekki bara viðeigandi? Jó, ætli það ekki. Ég hefði átt að segja þér. Nei. Þá væri ég meðsek. Auk þess sem ég hef aldrei getið þagað yfir leyndarmáli. Nú skil ég hvers vegna þú baðst mig að vera til staðar vegna barnsins. Ég vil ekki tala um það. Nú verður þú hér og gerir þetta lokaða hús, þetta fangelsi, að þínum griðarstað, þínu klaustri, þínu musteri. Já, alltaf sé ekki best að líta þannig á það. Þú verður hér, en ég, Ása systir þín, ég að fara til Úkraínu. Ég talaði við ættleiðingarskrifstofuna. Ég var næst í röðinni, alveg svo þú sagðir. Ég er búin að ganga frá öllu. Ég er búin að útvega nýja pappíra og þeir eru í töskunni minni, út í bíl. Ég er tilbúin til að fara til Úkraínu til að verða móðir Níku. En hvað með klaustrið og gúrú? Ég er búin að ákveða þetta. Þitt ferðalag er núna mitt ferðalag. Og ég fer héðan beint út á flugvöll. En þú, Halla, þú ætlar að dvelja hér í þínu klaustri, þínu asrami og stunda hér þína íhugun. Já, Halla. Þú verður að treysta mér.
Við höfum örfáar sekúndur áður en ljósavélarnar fara aftur í gang. Hvað er í gangi? Frændi okkar var að slá út öllu rafmagni á Suðurlandi. Frændi? Meintur frændi. Komdu með Míku litlu heim, svo hjálpumst við að þegar ég útskrifast úr klaustrinu mínu. Við verðum að enda þessa heimsókn af öryggisástæðum. Snúa. Namaste. Og hvað á það að þýða? Ég heilsa þínu innra, ekki því ytra, ekki því sem þú virðist vera, heldur þinni innri veru, sem er heilög og góð. Namaste. Кінцева зупинка, усі на вихід. Доброго ранка. Do you speak English? A bit. Is this home number 2? Yes. Thank you, thank you. Oh, I'm sorry. Water around because of rain. Okay. Okay. So,
Мене звуть Ніка. Мене звуть Halla. Divno. Pes. Pes. Da, pes. Що трапилось? Ми застрягли, треба виходити. О, Господи! Куди ми повинні йти? Туди. Це єдиний шлях. Не бійся, Ніка. Я тебе тримаю.